Ég að koma labbandi hérna undir enni. Ég á þessum stórmerkilega stíg, svokölluðum frístundarstíg sem í Snæfellsbæ og við ætlum að fá hann Kristinn bæjarstjóra og Laufeyju Helgu, íþrótta- og æskulýðsfulltrúa til að segja okkur frá þessum stíg og hvaða þýðingu hann hefur bæði fyrir bæjarbúa og gesti. Hvað frístundarstígur? Þetta náttúrulega bara í raun og veru göngustígur og hjólreiðastígur fyrir fólk til að stunda sínar útiveru. Það sem við erum að gera. Við erum að búa til bæði að færa alla umferðina af þjóðveginum eins og þetta var áður fyrr, sérstaklega krakkarnir sem voru á hjólunum. Þannig að nú erum við komið með frístundastíg sem að þau geta hjólað á og fólki gengið á, alveg frá Hellisandi og alveg inn í Ólafsvík. Hvaða þýðingu hefur svona frístundarstígur fyrir íþrótta- og æskulýðsmál í sveitarfélaginu? Þetta skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Það er náttúrulega fólk getur stundað útivist og hreyfingu á miklu öruggari og kannski betri hátt en áður. Það getur labbað á svona malbikuðum stígum, alveg á milli Ólafsvíkur og beint út á Hellisand. Og eftir þessi stígur kom þá hefur það aukist rosalega mikið. Maður hefur séð bara gríðarlega aukningu á fólki, fara kannski lengri vegleiðir og fara meira út jafnvel og vera bara að labba og hjóla og stunda alls kyns útiveru og hjóla hérna línuskautum og rafhjóli og bara út allt, þannig að það er bara frábært. Og maður hefur séð krakka á Hellisandi til dæmis fara í sund í Ólafsvík, bara á venjulegum reiðhjólum, en svo eru krakkar í dag mikið á svona hlaupahjólum og þau náttúrulega, þetta miklu auðveldara fyrir þau að heimsækja vini og fara í félagsmiðstöð, íþróttastarf og allt hérna á milli án þess að reyna að vera bundin kannski mömmu og pabba eða einhverjum áætlunar útiferðum. Þannig að það er náttúrulega frábært. Og að losa foreldra undir skutlinu og krakkarnir búin að missa afsökunina að segja, heyrðu, það verður ekki hægt að skutla mér. Nú geta allir farið allt sem þau vilja. Líka bara skipt svo miklu máli að þetta á öruggan hátt. Maður veit þegar kannski, ok, hann ætlar að hlaupa, sonur minn ætlar að fara út á Hellisand og hann ætlar að hjóla. Ég veit hann ekki út á þjóðveg. Þú veist, og þá það náttúrulega miklu bara, ok, ekkert mál. En maður hefði náttúrulega miklu meira áhyggjur eins og þetta var, eða maður vissi af þeim bara út á þjóðvegi. Út frá hverju gangið þið þegar þið eru að huga að svona stíg? Það svo margt, sko. Fyrsta lagi náttúrulega að hugsa það að auka öryggi fólksins þegar við erum að búa til stíginn og þegar við erum búin að því þá erum við sko að hugsa að það ekki nóg að leggja eitthvað stíg, bara eitthvað svona bein strik. Við erum að reyna að passa að stígur og falli líka vel inn í náttúruna þannig að þegar þú ert að ganga stíginn þannig að þú fáir einhver upplifun. Þetta ekki bara einhver malbikaður stígur þar sem þú ert að ganga og þú þarft að fá upplifunin líka í leiðinni. Þannig að við erum að sjá það með þessu, þá getur gangandi fólk verið án þess að þessi bílaumferð með krakkan okkar og hjólreiðafólki. Allir eru þá allir bílaumferð stað fyrir þessi 90 km hraði að keyra þú ert út á götu og þetta náttúrulega algjör bylting fyrir samfélagið eins og okkur og tengi síðan sama byggðirnar og fólki, sérstaklega krakkandi, þau geta hjólað á milli og þurfa ekki að vera að bíða eftir skutli frá mömmu og pappa og svo bara líka lífstílsbreyting. Fólk í dag miklu meira á hreyfingu en það var áður. Þannig að með því að búa til svona góða stíga þá getur fólk hreyft sig miklu meira og það á öllum aldri sem það að gera, alveg bara ungt fólk og alveg upp í mjög aldra fólk sem að nýta sér þetta. Þannig að maður heldur alltaf þegar maður gerir eitthvað svona að þetta sé frábær hugmynd, en þetta ennþá meira en frábær hugmynd, þetta sko mjög góð hugmynd og maður sér það á notkunna á þessu, þetta mjög mikið notað og það það sem alltaf skemmtilegast þegar maður í svona verkefnum að þegar þú sérð að það gerist og það raungerist ennþá betur maður hélt, þannig að það alltaf svona svolítið djúsi. Þess vegna ætlum við síðan að halda áfram við það sem við erum að gera, við erum ekki bara að gera það sem við erum búin að gera í dag, síðan ætlum við að halda áfram að reyna að fara hér út í þjóðgarðinn, hérna frá Hellisandi og svo inn fyrir Ólafsvík. Og svo stóri draumurinn okkar hérna sveitarfélaginu Snæfellsnesi að fara í stígagerð á öllu Snæfellsnesi. En það kannski líka rétt að segja það, við höfum aldrei getað gert þetta nema við fengum styrk frá framkvæmdasjóði ferðamálastaða og líka frá vegagerðinni. Þannig að þeir sýndu okkur liti að fara í verkefnið og með þeirra stuðningi þá gátum við gert þetta. Og þetta var fyrsta verkefni sem vegagerðin til dæmis kom út á landi. Þeir voru búin að vera í stígagerð á höfuðborgarsvæðinu með sveitarfélaginu þar. En svo kom þeir í stígagerð og það var Hreinn Haraldsson vegamálastjóri sem var mjög áhugasamur þetta, svo það sé nú sagt. Maður skilur svona stígagerð út frá bara auknum áhuga á hjólreiðum og notkun á slíku og svo það líka rafhjólin og allur þessu aukni ferðamáti utan bíls og kannski ekki endilega gangandi, heldur á einhverjum farartækjum sem við höfum kannski ekki alveg ímyndunar afl til þess að ímynda okkur hvað verður eftir 10 ár eða eitthvað svoleiðis.
Já, það bara þess að þú segir. Þegar að við vorum að gera þetta, þá voru þessar rafskútur ég bara vissi ekki að það væri til. Það voru til hlaupahjól, sko. En þetta náttúrulega þróun og þess vegna verða svona stígar að vera þannig að það ekki, við reyndum það fyrst að setja á þetta klæðningu. Það bara gekk ekki. Þá virkaði ekki. Klæðningin var bara gróf, skilurðu. Þannig að eftir að við malbikuðum, þá bara var gjörbreyting og það verður svona stígar verða að vera malbikaði sem dæmi. Það bara maður lærir af þessu þegar maður í svona þróunarverkefni að malbik grundvöllur fyrir því að þetta gangi, að fólk noti þetta. Og svo eins og hérna á þessu svæði hér, og maður sér það sem eldri borgarna, í vetrartíman, þá færa þeir sig bara eftir hvernig snjóalögin eru. Þannig ef snjóléttari sem oftast hérna utan ennis yfir vetrartíman, þá eru þeir að ganga þar og þar skín sólin og svona, þá eru þeir þar yfir vetrartíman. Þannig þeir eru svona eins og farfuglarnir, þeir færa sig bara eftir hvað best að ganga hverjum tíma. Þannig að það líka mjög gaman. Ekki líka snjóléttara hérna ef stígarnir alveg við sjóin? Jú, það náttúrulega bara rökrétt. Það þess vegna sem við reynum að fylgja ströndinni, af því að það eins og þú segir, það náttúrulega það heitast yfir vetrartíman og minnsta ísingin, þannig að það bara hluti. Svo náttúrulega eins og þú veist að vera með stígu ströndina, það bara svo margt sem gerist. Þú ert að heyra í fuglum, þú sér sel, þú sér hval, það svo margt sem gleður augað í leiðinni. Það líka skiptir máli að stígurinn sé inn í fallegri náttúru og það hefur nóg á Snæfellsnesi eins og þú þekkir. Öryggi barna kemur inn á, það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að því að þó að þetta séu þrír þéttbýliskjarnar að þá eru auðvitað börnin að sækja íþróttir og félagsstarf og einmitt vini alveg þvert á þessa litlu kjarna. Jú, það náttúrulega það sem svo kannski, eins og þú segir, það sem við náttúrulega urðum var við þegar við sameinuðum skólann hjá okkur 2004, þá allt í einu var þetta eitt samfélag. Við það að skólarnir og krakkarnir fóru að kynnast og vildu síðan eiga náttúrulega bara eðlileg samskipti sín á milli, foreldrarnir í vinnu og þá var rosalega eðlilt að sjá börnin vera að hjóla út á þjóðveginum með kannski umferð eins og ég sagði áðan 90-100 km hraða, þannig að þetta mikið öryggismál. Nú eru þau bara langt frá og enginn þarf að áhyggjur því að þau fara að hjólunum sínum, þá eru þau bara í öruggu umhverfi og það skiptir líka miklu máli.